Uppbygging á höfuðborgarsvæðinu hefur aldrei verið meiri en nú. Fyrrverandi byggingafulltrúi og stjórnarmaður í húseigendafélaginu segir synd í hve fáum tilfellum gert sér ráð fyrir hleðslustöðvum fyrir rafbíla í nýbyggingum. Mun flóknar er að koma þeim fyrir eftir á en auðvelt þegar grunnar húsa eru byggðir. Ekkert er fjallað innviði fyrir rafbíla í skipulagslöggjöf né heldur í byggingarreglugerð. Flest bendir til að rafbílar taki við af bensín- og díselbílum innan fárra áratuga. Aðgengi að hleðslustöðvum skiptir mestu máli í þessu ferli. Hraðinn í byggingu húsa er mikill og nýjustu byggingar eru oftar en ekki með bílakjöllurum. Mér er ekki kunnugt það að menn séu farnir að undirbúa þetta nema einhverju mjög litlu leyti. Það er kannski einn og einn byggingaverktaki sem er farin eitthvað að hugleiða þetta og kannski hefur gert eitthvað þess að ég veit það, en það er ekkert í reglum þetta, engin forskrift sem er komin svona hvernig best verið að þessu staði eftir því sem ég best veit. Mikil vinna sé fyrir höndum þessu tengt. Koma þurfi fyrir tenglu þeim fjölbýlishúsum þar sem ekki hefur verið hugsað fyrir rafbílum og húsfélög þurfi að setja sér reglur svo ekki komi til deilna vegna kostnaðar sem getur verið afar mismunandi. Einnig þurfi að hugsa fyrir þessu og opnum bílastæðum utandyra. Og það þarf að huga öryggi notendana líka. Við fengum ekki snjó daginn. Ef þetta færi náttúrulega kafi snjó og svo koma ruðningstækin og moka og hvar eru þá plöggið mitt. Þá þurfa að skýra reglur umgjaldtöku og mögulega þurfa að styrkja dreifikerfi svo heimtaugar í hús standist hið aukna álag. Mögulega þurfa að fjölga spennistöðvum. Þannig að það er mjög mörgu að hyggja í þessum málum. Hvernig ná að verðleggja þessa orku í framtíðinni? Hún ríkið lítur að þurfa að fá sinn vegaskatt. Hvernig ætla menn að standa þessu öllu saman? Umhverfisráðherra gat ekki veitt fréttastofu viðtal í dag. Ráðherra segir mikilvægt að hér spretti ekki upp mörg kerfi, mismunandi innstungur og snúrur. Á sama tíma þurfa að tryggja heilbrigða samkeppni en lágmarka flækjustigið eins og frekast er unnt.